Kristján Sigurólfsson, þjálfari Þórs. Stórdagur á morgun. Það umferðin byrjar í kvöld, HK og Víkingur Ólafsvík, svo er Þór og Skaginn á morgun. Þetta er stórt. Já, þetta er stórleikur. Við bíðum bara spennt eftir honum, tökum æfingu núna, svona slípum okkur saman og förum svo á Skagann á morgun. Þetta er bara spennandi verkefni. Skaginn var að styrkja sig, fengu Jeppi, eða hvað hann heitir frá Keflavík? Já, fengu Jeppan frá Keflavík. Þetta er að vera í fjórhjóldrifinu? Ég veit það ekki, hann er hörkustrækir og sulla alveg fullt af mörkum í fyrra allavega í Ísland deild, þannig að við þurfum að taka fast á honum ef hann spilar á morgun. Maður pælir í því að Skagamönnum var spáð sigur í deildinni, verið bara mjög örugt, færu þrábeint upp og það er svo sem þið geta gert það ennþá þó við séum ekki í toppsætinu. Okkur að spáðu miðdeild þegar að berjast í á toppnum. Er þetta eitthvað sem er að koma á mönnum óvart? Nei, ég held ekki. Þetta er bara, hún er svona þessi deild, það geta allir unnið alla og það er stutt á milli í þessu. Þannig að, og nóg eftir, þannig að það er á snemmt að spá fyrir. Við spyrjum að leyslokum. Já, við gerum það. En það er auðvitað þannig að Skaginn er með eitt af bestu liðunum í deildinni á heimavelli og þið eru bestir á útivelli, þannig að þetta verður eitthvað. Já, það gerir hann mjög spennandi. Þeir eru langsterkari í útivelli og þeir eru bestir heima, þannig að þetta verður bara, þetta verður hörkuleikur. Sæmlega standa á mönnum? Já, það er allir í fínu standi. Ég segi, við tökum við reynslínum úti og fínpúsum okkur og þá er bara allt klárt. Rennum út á Skaga og sækjum okkur 3 punkta. Svo búið að fylla á rútu, þannig að það verður fjölmenni af stúkan verður rauð á morgun. Já, vel að það, mér skilst að rútan sé að fyllast, þannig að það verður góð stemming, Þórsmegin líka. Þetta verður eitthvað. Það get ekki við. Móli, gangi ykkur vel. Takk fyrir það.